Ætli hafa einhverja þýðingu ef að ég ekki náð. Það bara eitthvað hugtak, svo ég verið heimspekileg. Nei, jafnrétti sé ekki bara að reyna að jafna hlut og rétt og skyldur og já, svona tilveru fólks. Alveg sama hvar það býr eða hvernig það er á litin eða hvað kynið er. Það sé ekki eitthvað svona aðgerning út af einhverjum. Já, kannski ekki eitt atvik, en og jafnrétti, hvað maður heldur að sé jafnrétti, hvað maður heldur að, hvernig ég held að staðan í Íslandi væri að þarna, já, það eru öll börn í tómstundum. Já, það eru allir með, geta farið náttúrulega í heilbrigðisþjónustu, þú veist, það tala alltaf heimilislæknirinn. En svo fór ég að finna í kvennaathvarfinu og þau sagði, já, þetta er bara alls ekkert svona. Og það er bara fullt af fólki á Íslandi sem hefur bara alls ekki jafna rétt, hvort sem eru börn til þess að umgangast vini sína, rétt til að vera ofbeldisfrí á heimili og og fá að njóta þess að fara á sumrin að fara í einhverjar æfingabúðir og námskeið og og tralala og það er bara ekki þannig sko. Það er bara alls ekkert réttlátt. Það er fullt af konum og börnum svona frá sjónarhorni kvennaathvarfsins sko. Þetta er líka karlar, drengir sem að búa líka við þetta ójafn rétti. Þannig já, mér finnst það svona, kannski er það bara því að ég er hvít miðaldra gagnkynhneigð kona og allt svona vísitölu tengt í kringum mig svo sem þá kannski var það svona, kannski sjokk, en þetta er svo mikið óréttlæti einhvern veginn, svo ótrúlega ójafnt einhver börn og aðra börn sem að fá bara ekkert það sama og maður heldur að allir í Íslandi fá, það er bara ekki rétt. Og fullt af konur sem að þurfa að búa við alls konar þvælu bara, ofbeldisþvælu inn á sínum heimilum og maður ekkert heldur að það sé bara kerfið bara hluti að græja það á nokkrum mánuðum, en það er kannski bara mörg ár bara. Það er svona, já, ekki kannski eitt atvik, bara svona lífsreynsla, bara já, þetta er bara á Íslandi bara. Hvað þarf til? Bara svona vitundavakningu, ég held að þetta sé rosa mikið bara svona skilgreiningaratriði líka, hvað er jafnrétti og hvað meinarðu má ekkert og það eru svo margir sem eru halda bara annarkvæmt einhverju hluti séu bara í lagi og þurfi ekkert að díla við þá eða að ræða þá neitt eða berjast neitt fyrir þeim, þú veist, konur eru með kosningarétt, check, þú veist, eitthvað svona atriði, þú veist, hvað er meira sem þurfum að gera? Það er bara fullt af atriðin sem eru bara ekkert í neinu lagi, en það er kannski ekkert vilji fyrir því að hafa það í lagi, það er kannski ekkert vilji fyrir að hafa það ekki í lagi, en þú veist, bara svona, sjós, bla bla bla, þannig að það er bara ótrúlega margt, en aðalega bara svona hugarfarsbreyting og vitundavakning og það hefur auðvitað komið, þú veist, alls konar átök sem hafa verið, sem hafa verið keyrð í gang og fólk bara, já, einmitt, allir alltaf fara að tala um eitthvað og verið svona pínu breyting, en svo hugsa maður, já, ok, hvað er svolítið með MeToo, já, nú breytist þetta, nú fara bara allir að skilja það, allir gerendur að skilja það og meintir gerendur og allir að þetta er í lagi, þetta er ekki í lagi, þarna fórst hún yfir mörk, það er bara ekki þannig, þannig að það er bara meira samtal til bara, það sé kannski að lausnin, meira samtal og umræðu og umfjöllun á öllum sviðum, ekki bara einhverjar, nokkrar konur og nokkrir karlar í einhverjum hópum, heldur bara samfélagið alltaf eins að taka þessu umræðu, bara hvað meinaru farið við mörk, ég veit ekki, það er hvað meinaru að má ekkert, þú veist, fyrir 50 árum var einhvern veginn ekkert, þú veist, það klípir rassinn á konum og þú veist, bara einhverju mæti vinnuna bara hæsa þetta, þú veist, sem er í dag bara ekki í lagi, þú veist, af hverju breyttist það, því það fólk bara segja bara, það kannski er ekkert í lagi, ok, við skulum hætta því, eða svona, flestir eru þar, þannig að fleiri heldur nú voru kannski fyrir 50 árum, sem fannst þetta bara stórsnjallt. Nei, það er kannski þetta að rjúfa þennan ofbeldishring, þú veist, ég hef alveg sagt það áður að, þú veist, lítil börn fæðast ekki sem litlir ofbeldis einstaklingar að hugsa, ég mun hlakka mikið til að eyða mínu lífi í að beita minn maka eða mín börn líka ofbeldi, það verður aldeilis gaman, þú veist, samfélagi býr til fólk sem að finnst í lagi að beita ofbeldi, hvort sem kallar að konur og þú veist, öskur og læti og vanræksla og það líðst inn á heimilum ótrúlega margra barna á Íslandi. Hvað voru að tala um í morgun, fleiri 1000 tilkynningar til barnaverndarinn á Íslandi á þessu ári og bara alveg margföldun í prósentum frá því 2019 og þú veist að komur kvenna á spítalan í Fossvogi út af með áverk eftir heimilisofbeldi ein annað hver dag og bara þær konur sem að segja og þú veist maki minn gerði þetta
og fullt af konum sem segjast bara hafa dottið þegar maður, þú veist, það getur verið erfitt og íþyngjandi að fara að segja frá því að maki mann sé að beita mann ofbeldi sem að, þú veist, veldur manni áverka og maður þarf að fara að slísa sko. Þannig að umfangið er mikið, það verður, þú veist, ein kona annað hver dag og lögregla fyrir 3.000 útköll og á ári sirka út af heimilisofbeldi og fer líka fullt af útköllum út af svona ágreining sem er ekki kannski ofbeldi en ágreiningur og rifrildi og læti og þarna einu af öllum þessum heiminum fullt af börnum og voru 100 börn í kvennaathverfinu í dvöl í fyrra, 150 konur sirka og rúmlega 800 manns kom í Bjarkarhlíð og stærstu hluti af þeim, held ég 85% er að koma út af heimilisofbeldi og þetta er ekkert sama fólki sem er rúllandi þarna á milli, þetta eru ólíkir einstaklingar þannig að það er eitthvað skurðinu þetta en hvað er það mörg heimili og mörg börn sem að búa bara við þetta bara það fyllir í og rifrildi og öskur og barsmíðar og það sé alveg vandamálið, þú veist að rjúfa þennan bölvaða ofbeldishring að láta ekki þessi börn alast upp við ofbeldi óvanrækslu, af hverju svo sem það er, hvort það er maður hvað tegund vanda er það, þú veist það er engin afsökun fyrir að beita ofbeldi en það getur verið eitthvað svona útskýringar núna eins og COVID-ruglið það er bara mikið álag og fólk að missa vinnuna og bara að missa vitið maður er bara inn alltaf og heitir engan og er bara hálfskrítinn sjálfur og þá verður meiri streita á heimilum og hérna maður tryggarast frekar bara óguðmigóður, ég get ekki meira þessu rugli þannig að það er alveg sýnt í tölum allstaðar, það er ekki mikið því miður í þessu COVID bæði hérna heima og erlendis bara hlusta en það er kannski bara svona tap eða svona á Íslandi bara eldra fólk ræður og yngra fólk dónalegt og óvart ég veit ekki, maður oft heyrt eitthvað svona ég heyrði oft að ég var yngri að hérna, þú veist, yngra fólki á ekki verið að segja eldra fólki eitthvað en ég held að það sé allt í lagi fyrir eldra fólk að hlusta sko það er alveg þó maður sé eitthvað eldri það er alveg tími til að eða svigrúm til þess að svona breyta sínu viðhorfi og ekki til dæmis alltaf bara svona automatist eða ósjálfrátt taka stöðu meintra standa með meintum gerendum og skýta út þá þolendur sem að stíga það erfið að skrefa, koma fram og segja heyrðu, ég lenti í þessu hérna já, þú er nú bara athyglisjúk og brjáluð já, ég ætla endilega að ljúga upp á mig harmi fyrir framan alla það er akkurat sem mig langar að gera það er svona vera auðmýkri, kannski meira auðmjúk og hlusta bara á svona hvað er í gangi í alvörunni, ekki að vera kannski föst í svona en ég get að segja eitthvað fólk yfir einhvern aldur sé með eitthvað skonar allir með eitthvað fordóma eða eitthvað ákveðin hugsunarhátt en svona kannski maður bara fylgjast með umræðinni þú veist að stundum kemur þetta svona já þessi orðræða en almennt sé held ég að bara eldra fólk sé líka alveg jafn mikið upplýst og meðan útum hvað er að gera svo sem í þessum feminíska baráttu heimi eða þú veist réttindum allra, réttindum kvenna, kallra Já, lausn á því og líkilega rjúfa hennan ring þarna, við að tala um hann, bara að sé ekki einhvern veginn sama, ég held að það sé voða mikið lykillinn sko. Að taka þetta eins og hefur verið að tala núna svona snemmtaka í hlutun og reyna að þú veist tengja kerfin saman og sé ekki hver og einn fagst þetta vinna onni sínu síló einhvern veginn, þú veist að lögreglan sé ekki með bara sitt, hún fari bara inn á heimili þar sem ofbeldismál gilið, þú veist, og svo er bara barnaverndin og félagskerfið og svo heilbrigðiskerfið allt ykkur svona að flæði einhvern veginn svolítið meira saman. Náttúrulega lögreglan er mjög gott verklag og samstarf við félagsþjónustu og barnavernd og verið nokkur ár. Og núna er vinna í gangi í ráðuneytinu að reyna að búa til verklag varðandi móttöku þolenda heimilisofbeldis þar og þá myndi það kannski tengja meira inn í lögregluna og svona að allir þessir aðilar séu svolítið með á nótunum, þú veist, með að fjölskyldan sé ekki bara blind milli kerfa einhvern veginn. Já, þetta er náttúrulega, kannski, ég er kannski með heimilisofbeldi á heilanum og þú veist, ég er í svona einhverju heimilisofbeldisbúblu og fylgist alveg með öllum fréttum og öllum lagabreitingum og svona sem er í gangi hérna. Þannig að mér finnst alveg mikið hafa breyst, sko, bæði svona viðhorf fólks gagnvart þessu málaflokki og fullt af lögum og reglugerðum og verklagi sem er búið að keyra inn og þú veist, setja í gang og fjármagn frá ríkisstjórninni sem núna sem bara, þú veist, efla 112 og alls konar verkefni og hérna aðgerðateymi sem að tvö ráðuneytin saman og hafa verið skilið tillögum hvernig má bæta aðgengi þolenda ofbeldis að þjónustu og fá stuðning og þannig já, það er alveg fullt búið að gera sko. Svona vitundavakning með þetta sé ekki bara eitthvað einkamál heimilisins. Þetta er ekkert einkamál heimilisins, það kostar fleiri milljarða á ári og fólk er bara
komið algjörlega bara í þrot andlega að búa við svona kúgun og bara lenda á sko örorku og eitthvað og fylgta börnum bara traumatisera fyrir lífstíð því að hvernig getur það ekki verið vandamál sko samfélagsins alls, hvernig getur það bara verið eitthvað einkamál heimilisins, þú bara mátt ekki hvort sem þetta kona eða kall eða barn koma fram við aðra fjölskyldumeðlim bara eins og þér hendar með einhverjum öskrum og látum, það bara ekki þannig og en auðvitað alltaf ef maður hefur alist upp við það þá skil ég það, en það má ekki vera einhver afsökun, þú veist, ef ég beiti makan minn og börnin ofbeldi, þá get ég ekki sagt, já, herðu, ég stykki, ég hef beiti ofbeldi, þú veist, það ekki þannig, það getur verið útskýring, en ég vel að öskra og rífast og hækka róminn og henda einhverju, þú veist, ég geri það ekki bara ósjálfrátt eitthvað eins og einhvers konar, þú veist, spasmi eða eitthvað, þú veist, ég vel, ok, nú ætla ég að henda þessu barninu í herbergi og skella á læsa af því að hann var óþekkur. Ég get það bara, hann kannski ekki út, hann 2 ára sko. En sko, ég vel að gera þetta og þá það bara eitthvað sem ég að velja en get, þú veist, ekki gert það. Og ef ég hugsa að ég get ekki gert það, þá ég bara að hafa vitað því að fá mér einhverju hjálp. En það kannski eitthvað sem að þarf meira að vera, þú veist sem barnaverndin, að fólk líti ekki á barnavernd sem einhverja grílu, þú veist, þau eiga að vera til þess aðstoð og leiðbeina þér og einhver námskeið eða stuðning eða ráðgjöf og kannski að breyta því, það kannski eitthvað verkefni framtíðarinnar en já, svo hjakkast ekki í sama farinu þá held ég að þessi ofbeldisringur sé alveg svolítið svona lykill að rjúfa hann. Það var mjög skrítið að segja, já, við ætlum ekki að eins og maður sé stundum á blessaða kommentakerfi þegar fólk að segja við getum ekki eytt peningum í fólk í Afganistan, það vantar að eitthvað, bla bla bla, þú veist. Hér á Íslandi vandamál. Ok. Þá skulum við bara láta fólk sem hefur ekki aðgang að vatni og mögulega bara verið skotið. Við skulum setja þau bara aðeins út í sandinn af því að við þurfum að fá brú yfir einhverja heiði eða eitthvað, eða laga velferðarkerfið okkar eða heilbrigðiskerfið eða eitthvað. Það bara heldur ekki sanngjarnt. Þannig að það getur ekki verið jafnrétti að gera eitthvað sem býr til ójafnrétti, þú veist. Við erum að skoða, í þessari rannsókn sem doktorsverkefninu mínu, þá erum við að skoða bara allir komur kvenna á bráðamóttöku og svo erum við að gera aðra rannsókn sem bara komur kvenna á höfuðborgarsvæðinu á bráðamóttöku út af heimilisofbeldi og bera það saman með annars konar ofbeldi, sjá hvort sé munur og áverkunum og staðsetningunum og svona. Við gerum ekki kostnaðar mat, heldur fengum bara út úr gögnum frá spítalanum, þú veist, það var einhver kona með komu hér og hún fór út hér, eða þessi kona kom þennan dag og var lögð inn og þurfti að fara í aðgerð og þessi konunnar kostaði 10,5 milljóna eitthvað, settum það bara upp, þannig að þetta ekkert eitthvað svona mat, þú veist, eitthvað svona estimates, heldur bara raunverulegu kostnaðir út úr hagdeild Landspítalans og þá eitthvað 100 milljónir á þessu rannsóknartímabili og þá náttúrulega bara þessar konur sem segja frá sko, ekki alltaf það sem segja ekki frá, þetta bara beinn kostnaðir, þetta ekki kostnaðir við síðan, maður fer síðan ekkert heim eftir, þú veist, verið kynbeinsbrotin eða sko höfuðkúpubrotin eða eitthvað slösuð og fer svo bara í vinnuna og skila fullum afkostum bara fyrir húsdýragarðið með börnin helgina, þú veist, það er náttúrulega rosalega mikið langtíma áhrif, við erum ekki að skoða það og við erum ekki að skoða það, þú veist, eins og bara ef maður þarf að fá bara allir lyfjakostnaði varandi svona, morfínlyfið annað eða kvíðalyf til að sofa eða eitthvað annað sem maður kannski þyrfti að fá í kjölfar svona líkamsárásar af hálfu maka og einmitt ekki vinnutap og við erum ekki að skoða áhrifin á börnin, eitthvað svona eins og huglagt, hvernig líður mömmu þinni, líður þér betur ef mömmu þinni líður vel eða líður þér kannski verr ef mömmu þinni líður illa. Hvernig hefur það áhrif á börnin inn í skólan og við erum ekki að skoða það, þannig að þetta er bara beinn alveg strípaður kostnaður en erlendis hefur þetta verið metið og þetta er bara stórt útgjöld heilbrigðiskerfisins eins og í Englandi vegna heimilisofbeldis, ég held að sé 3% eða eitthvað af öllum útgjöldum heilbrigðiskerfisins, eitthvað rannsókn sem var gerð þar, þannig að þetta snúa því auðvitað, það er alltaf bara svona mat og þú velur hvað þú tekur inn í svona vinnu, en okkar vinna sagði 100 milljónir. Þannig að þetta og þetta er frá 2005 til frá 2014 þessi gögn, þannig að væri fróðlegt að sjá hvort að þetta hafi eitthvað breyst, aukist eða dregið saman núna á síðustu árum, gera svona eftirfylgnir að svona því. Já, það finnst rannsókn sem sagði að þetta raunverulegt umfang kvenna sem koma á spítalann segja frá, segja ekki frá, þú veist, þetta er kannski 10%, þannig að þú veist, reiknum með því þá eru 150 konur 10% af heildinni, skilur við. 150 konur að meðaltala á ári, þannig að það eru þá aðeins fleiri ef þetta er 10%. Þannig að það er bara misjafnt eftir menningu líka hvort fólk segir frá þessu og
og svona við á stemmingunum bara í samfélaginu allt í einu, það var einhvern veginn hérna bara líka í kjölfar MeToo þá einhvern veginn varð fólk opnara fyrir því að segja frá kynferðisofbeldi sem var bara ekkert á dagskrá hérna fyrir kannski 10 árum og segir ekkert frá því sko, þetta bara þitt einkamál en núna bara alveg eðlilegt ef maður sér bara eins og status á Facebook eða eitthvað, já ég var fyrir nauðgun hérna þegar ég var í Vestmannaeyjum og það var ekki gott en ég vil eitthvað stígamóta eitthvað svona, það maður bara já, ok en svona hvernig viðmótið í samfélaginu þá kannski fólk tilbúin til að fara inn á heilbrigðisstofnun og leita sér aðstoðar að það sé ekki einhvern veginn svona já, það sé, hérna, þú vitir að það sé bara einhvern veginn eðlilegt og viðurkennt að segja frá það ekki þitt einkamál að búa við heimilisofbeldi þú bara segja frá því þó það sé erfitt og fá aðstoð sem í boði sko. Það alveg fullt af aðstoð í boði, það svona ráðgjöf og stuðningur og úrræði, húsnæðisúrræði og peningúrræði og skólanum og það er fyrir börn og svoleiðis þannig að það ekki eins og sé bara sé allt, maður myndi koma tómum kofanum þar sko, maður það bara segja frá. Já, þá náttúrulega bara svona óvart. Ég hérna með BS og Masters í gráðu í sálfræði, hagnýttri félagsvísarfræði frá háskólanum í Sussex. Svo var ég búin með það nám og langaði að vera lengur í Brighton á Englandi, þannig að ég skaði mig bara í afbrotafræði. Þetta svona einhvern veginn ef eitt litt af öðru. Já, þetta verkefni sem ég að vinna á Hagstofu Íslands er Eurostat verkefni sem Hagstofa Evrópusambandsins sem kemur að því. Þetta er staðlaður spurningalisti þannig að við gætum loksins verið svona samanburðarhæf í Evrópu með tölur kynbundið ofbeldi og ofbeldi á vinnustað, kynbundið ofbeldi vinnustað og æsku og heimilisofbeldi og annað. Það er náttúrulega bara greiðlega mikilvægt að hafa eitthvað svona tölur til þess að sjá, geta verið með markvissa stefnumótun innan málaflokksins og geta vita bara, nú ætla ekki að þetta inngrip hér skilar það einhverjum árangri. Hvernig vitum við það? Við þurfum þá að mæla. Nú ætlum við að fókusera á börn sem eru þolendur kynferðisofbeldis eða eitthvað á hálfu foreldra sinna eða forsjáraðila. Við ætlum að fara eitthvað átak með það og svo þurfum við þá að vita, hefur þetta þá eitthvað lækka, hvernig mælum við það, skiljið? Maður veit ekki hver gerast þegar maður er bara svona, svona tilfinningin á gólfinu þessi, það verður einhvern veginn svo ómarkvisst og fyrir þetta náttúrulega líka bara mikilvægt að vita hvernig Ísland stendur í þessum málum og alltaf að segja jafnréttisparadís og svona erum við það kannski bara, komum við bara frábærlega út í þessari rannsókn. Nú verður gagnasöfnin hefst í mars á næsta ári og það ekkert reiknað með að henni verið lokið fyrir næsta þá haustið 2022 þá liggi fyrir einhverja niðurstöður. Þetta er greiðlega stór rannsókn og einn bara stærsta sem hefur verið gerð hérna á Íslandi á kynbundnu umfangi og eðli kynbundis ofbeldis og það eru öll kyn sem verða tekin með og allir aldur. Það er 15 ára og 15 til 74 ára held ég, það er ekki allir aldur, segi það nú ekki alveg rétt frá. Já, og líka náttúrulega bara stuðning ef það kemur í ljós að við erum að sjá kannski fólk á einhverju eldri aldursbilum eitthvað er þá eitthvað svigrúm eða er það eitthvað skynsamlegt eða hefur það einhvern árangur að bjóða þessum aðilum einhvers konar aðstoð, ráðgjöf, stuðning eða eitthvað til að vinna úr áföllum, er það bara fólk vant orðið að bara lifa með þessu, vill kannski ekki aðstoð, ég veit ekki, þetta sjá hvar er þörf og svo að grípa það eitthvað inn í það og sjá virkaði það eitthvað, hefur það eitthvað áhrif eða erum við bara er þessi aðferð sem við erum að nota og við heldum við sem voðalega sniðu að koma með einhverja fræðslu inn í efstu bekk í grunnskóla kynbundið ofbeldi eða eitthvað, satsa eitthvað á það þegar það kemur upp úr þessum tölum, hér er bara allt í einhverju rugli og svo fyrir við með einhverja fræðslu og setjum online fyrirlestra og eitthvað svona og svo bara samt bara engin breyting, þá er það vitlaust, þá þarf að gera eitthvað annað, skilur, ekki bara getur maður að gera stefnumótun, heldur líka maður getur metið árangur af, inngripum og svo líka það bara binda tölur í þetta, gera eitthvað svona mat á því hvað þetta kostar. Hvað kostar það að 42% eitthvað, nú er bara skaldað 42% drengja á aldrinum 10 til 15 ára eða eitthvað hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, hvað þýðir það? Hvað segir rannsóknir það? Það er þetta að meta það hvað svona tráma hefur áföll hafa mikil áhrif bara peningalega fyrir samfélagi sem að tala nú bara kalt, og það er það sem skiptir máli. Samfélagi vill setja pening í einhverja forvarnir og bara eins og nýju lögin, barnalögin sem taka gildi á næsta ári, það var bara að skoða hvað kostar fyrir okkur að vera bara með sama ástand, gera ekki neitt
og hvað kostar þessar aðgerðir og hvað lækkar þá, hvernig lækkar þá okkar útgjöld og náttúrulega fyrst og fremst með velsæld barna og hafa þeirra á lífsgæði í fyrirrúmi sko. Þannig að það má nota svona tölur á margan hátt. Já, í rauninni, svo hugsa maður kannski, þú veist, öll svona verkefni bara hafa sinn tíma, eða þau einhvern veginn það þarf bara að berjast fyrir alls konar svona skrefum og bættri þjónustu og hvað sem að það heiti verklag eða að bæta við eitthvað svona þjónustuleiðum eða klæðskera sníða ykkur úrræði fyrir einhver ákveðna hópa eða hvað sem það heiti, þannig að bara berjast fyrir því og ég veit ekki, kannski að mátt auðvitað gera það fyrir, þetta er náttúrulega mjög sérstakt að sé ekkert svona skýrt verklag, það er að segja gæðaskjöl og ákveðin tékklisti sem allir heilbrigðisstarfsmenn bara fara eftir varðandi móttöku þolenda heimilisofbeldis. En það er ekki slíkt, þó sé bara auðvitað velvilji og fólk gerir bara sitt allra besta fyrir hvern og einn þolanda sem kemur inn. En það er engin svona sem að ég sem ef ég verið hjúkrunarfræðingur eða læknir geti bara félagsráðgjafi eða einhver annar heilbrigðisstarfsmaður tekið bara einhvern lista og sagt hvernig er best að ég þjónustu við þennan sjúkling sko. Þannig að já, það, jú, þetta hefði kannski snjallt að þetta hefði verið gert fyrr sko, en bara eins og ég allt einhvern veginn tekur sinn tíma og allt í núna bara komið herri þetta gengur ekki. Við getum ekki haft þetta svona lengur. En já, eitt af því er það að reyna að klippa þarna inn í og involvera, fá barnaverndina með í liðið fyrir og lögregluna í liðið fyrir og að félagsráðgjafi þú veist taki þessi mál og tengi svolítið meira áfram út í kerfið. Það sé ekki bara svona eins og margir hafa sagt bara í praxís að bæði innan lögreglunar og heilbrigðiskerfisins að sama fólki koma aftur maður frá sömu heimili aftur bara og náttúrulega lögreglan setti þetta fína verklag sem að virðist það að gefa mjög góða raun fyrir nokkrum árum á hjá sér og er búin að innleiða allt land það sem er haft samband ef lögreglan fer í útvelda sem er heimilisofbeldi, það er börn og þá er hringt í barnavernd og hún kemur líka, það er svona gert svolítið meira úr þessu og hugmyndin var að það myndi ekki alltaf ekki allt fara í sama farið aftur heldur væri þetta meira svona herðin þetta er bara komið gott, nú þú bara gerandinn, ég vil bara tekið hann á heimilinu og þólandinn, ég vil bara fara með hann á slysó eða eitthvað ef það þarf og börnin hús barnaverndaföllur annars þau og málið skráður allt nú komin eitthvað svona farfi og svona tekið svona fastra tökum heldur bara eins og lögreglumenn hafa lýst fyrir mér persónulega bara maður fór hann inn og sagði ég er ekki alltaf góðu lagi, jú, ég er alltaf góð ok, bless, eða þú veist, gátt ekkert gert neitt, þú veit, oft sem fór þeir inn og handtóku geranda á en oft svona hjálparleysi eða vanta verkfærin í einhverjum tilfellum hafa menn upplegað það sko í lögreglunni. Náttúrulega eðli svona verklag má ekki vera alltaf eitthvað ef metið svo, ef ástæða þykir til. Það þarf bara að vera þegar kyrkingatak óleitt kona, þá bara ringir lögregluna og barnaverndina og ef það er eins og kannski ef ég ætti ítrekkaða bráðakomur á einhverju tímabili þá er líka bara aðeins að stíga inn í það skilur. Og eitthvað svona nokkur atriði sem þetta bara að tékka við svona kannski ekki áhættumat eða þannig það er svona stærra batterið fyrir að gera áhættumat en eitthvað svona sem að maður getur þá ég sem heilbrigðisstarfsmaður geti líka vita það að ég er að gera þetta eins vel og ég get þetta er eitthvað sem einhverjir sérfræðingar á sunnan settu saman að reyndar á öllu landinu og frá mörgum stofnunum alls staðar á landinu, heilbrigðisstofnunum bæði margar fagstéttir og frá mörgum bæði heilsugæslunni og heilbrigðisstofnun út á landi og settu saman eitthvað ákveðið verklag og svo má alltaf bara laga það og sníða það að þörfum ef að kemur í ljósa í praxís virkið ekki nógu vel en þetta er ákveðin þá svona gæða stöðlum fyrir mig sem starfsmann að ég er ekki bara að gera það sem ég held að sé best og hefur alltaf verið gert þetta heldur er ég að fylgja einhverjum reglum sem að gilda núna á Íslandi. Já, sko, einmitt, það er ekki til neitt svona nýjar tölur umfang ofbeldis í nánum samböndum, ég held ekki 22% svona lífstíðar algengið og 1-2% þetta á ársbasis en og það er aðeins svona lægra heldur í löndunum í kringum okkur, ég veit ekki, það er líka já, það er alls konar svona faktorar sem spila inn í þessa prósentur sko, þú veist eins og talaði Nordic Paradox norræna þversögnin, þú veist, með meira sem að allan eins og konur eru upplýstar sinn rétt þegar mun hærra fleiri konur tilkynna kynferðislega ofbeldi og áreitni
og oft bara eins og í sumum bara þessum menningarheim þá ekkert lítið á það sem myndilega ofbeldi þó að karlmaður takist í kynlífi á konunni sinni, það bara hans réttur. Þannig að því ekkert flaggað sérstaklega eitthvað staðar sem gert hér. Eða sérst ekki allir hérna, en þú veist, svona kannski meginreglan hérna á Íslandi svo að það ekki alveg samþykkt kannski að það ætti ekki að vera samþykkt að maðurinn geti bara ákveðið hvenær hann vill fá kynlíf og hvernig. Þú veist, það þarf að vera svona samkomulag milli beggja. Þannig að já, það svona menningamunur og þessi norræna þversögn með það, þá mælist einhvern veginn kynbundið ofbeldi og alls konar áreitni og svona hærra hérna á Norðurlöndum, því það allir með réttin sem miklu meira á hreinu og eru bara með minna tolerans fyrir svona rugli. Nei, ég held að við séum bara ekkert það mikið breytingar, bara fólk hætti að vera vont við annað fólk, hætti að beita börnin sínu ofbeldi og börn hætti að beita foreldra sína ofbeldi og að pör hætti að slást og svona, en og kalla hvernig sem ofbeldið birtist, þetta stafrænt og fjárhagslegt og andlegt og kynferðislegt og líkamlegt, bara hætti þessu, það verið gott, fólk geti gert það bara. En ég held að sé svona alveg rétti leið þannig, þetta alveg ótrúlega hægt einhvern veginn og þetta vantar bara miklu meiri fræðslu líka og þú veist, tala þetta við bara yngri krakka, þú veist, þau eru að tala miklu, þú veist, bara í grunnskóla, ekkert eitthvað elstu bekk í grunnskóla, það heldur bara litlir, þú veist, 7-8 ára púkar, þeir eru alveg að pæla í einhverju svona ofbeldi og vanræði, þú veist, nei, það var ekkert að hlífa börnunum, bara tala miklu meira þetta. Bara hvað heimilisofbeldi, hvað eðlilegt, ekki alltaf líka vera að benda á það sem ekki í lagi og velta öllum upp á því að þetta má ekki og bara þetta eðlilegt fjölskyldulíf, þú veist, svona gengur það sirka fyrir sig. Þá má heldur ekki vera eitthvað svona allir bara einhvern veginn í svona einhverju einhyrningaríki, eitthvað allt ógeðslega gaman og allir bara að baka piparkökur jólin og eitthvað, þú veist, það bara alls svona stress líka og svona, en einhvern veginn að fræða bara börnum hvað eðlileg samskipti, svona í nánum, þú veist, við foreldra sína og foreldra við börnin og hvernig, þú veist, pör eiga að tala saman og bara byrja virðingu fyrir hvort öðru, bara að vera næs.